Komið sæl. Ég heiti Inga Sæland og ég formaður Flokks fólksins. Ég oddviti flokksins í Reykjavík kjördæmi suður. Ætlar þinn flokkur að vinna að því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Alveg örugglega, það er eitt af megin stefnumálum Flokks fólksins fyrir komandi alþingiskosningar. Það eiga aldrei að vera forréttindi að geta leita sér læknis. Við eigum aldrei að vera í þeirri stöðu að hafa ekki efni á að leita okkur lækninga. Hún Hanna Björn blöð. Launin fyrir útburðin eru 25.000 krónur á mánuði. Vegna svonefndrar króna á móti krónu skerðingar sem að kallast sérstök framfærslu uppbót ber hún 2.000 krónur úr bítum. Finnst þér það í lagi? Það er langt frá því að vera í lagi, enda er krónu á móti krónu skerðing eitt af megin málunum 5 sem að Flokkur fólksins hefur sett á oddinn fyrir þessar alþingiskosningar. Enda erum við flokkurinn sem var stofnaður til þess að berjast gegn fátækt, til þess að berjast gegn því að okkur, öryrkjum, eldri borgurum og almenningi í landinu sem býr við bákjör sé mismunað. Þá er að koma í ljós og þú ætlar að afnema móti krónu skerðingun á næsta kjörtímabili. Hvenær er lögð áhersla á það? Strax, þetta eru grundvallaratriðin, þetta eru aðal baráttumálin. Það er að afnema krónu á móti krónu skerðingar, þetta er áunnin þetta eru áunnin stjórnarskrárvarin réttur okkar. Það á ekki að taka af okkur það sem við þegar höfum aflað okkur og eigum rétt á að fá. Jón er á 30 aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Nei, það er svo sannarlega ekki í lagi. Og ég á góðan vin sem situr alveg í sömu sporum og Jón. Og það kemur fyrir að hann er allan daginn án þess að geta komist fram úr rúminu sínu. Af því það er enginn til að hjálpa honum. NPA er algjör grundvallar forsenda fyrir þá einstaklinga sem að þurfa sólarhringsaðstoð og Flokkur fólksins berst fyrir löggildingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og leið löggildingu NPA. Og þið ætlum að gera þetta hvenær á kjörtímabilinu ef við komumst að? Við ætlum að vinna dyggilega á kjörtímabilinu og leið ef við fáum umboð til þess og komist inn á hið háa alþingi þá byrjum við að vinna að þessum markmiðum okkar og hugsjónum sem við höfum þegar verið að tala um. Meiri hluti bygginga á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki en það er ekkert eftirlit með því að aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur Jói til dæmis ekki fylgt dóttur sinna á handboltaæfingu. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnar eftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Það er ekki bara að lögfesta slíkt eftirlit. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks kveður á það glögglega, skýrlega að við eigum öll að geta farið í landin okkar hvar og hvenær sem og aðgengi er algjör grundvallaratriði og grundvallarréttindi fyrir fólk sem þarf að vera í hjólastól. Hún Anna, hún stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Að sjálfsögðu ætlum við að gera það. Það er stjórnarskrárvarin réttur okkar í 77. grein að öllum sem þess þurfa á að tryggja hjálp og aðstoð, hvort sem það er vegna örorku eða hvers annars. Þannig að ef henni er ekki gert kleift að stunda nám og hún fær ekki túlkaþjónustu þá verður að brjóta á henni lögvarin stjórnarskrárvarin réttindannar. Og það á aldrei að líðast í réttaríki eins og við viljum gjarnan telja að Ísland sé.